Ég veit það ekki, sko, þetta alveg hrikalegt. Ég vona bara að það haldist, sko. Þá þetta réttlætið. En ef það gerist einn daginn vakna og ég lít út fyrir að vera 60, þegar ég er 30, sko, þá þetta bara mesta bölvun sem ég gengi í gegnum, sko. Það fullt af fúskurum, sko. Ég ætla ekki að fara kannski að telja beint upp einhverjum nöfn, þylja upp einhverjum nöfn. En allir þeir sem að vilja borga ungu listamönnum skítalaun fyrir að koma fram. Allir þeir sem að líta á eitthvað menningslegt fyrirbæri eins og rapsenan er núna sem eitthvað quick cash, skilur, sko. Það ekki lagi. Við erum ekki í þessu til þess að selja ykkur oft og selja ykkur lágt, sko. Við erum í þessu til þess að búa til feril og til þess að hlúa menningunni. Uppáhaldsbókin mín sem ég lesi síðustu ár var ævisaga Nile Rodgers, Le Freak. Hún var geggjuð. Hann lifir merkilegu. Hann lifir merkilegu lífi, hann á merkilega sögu. Seinfeld. Það náttúrulega... Nei, ég segi ekki meira. Bara Seinfeld, það næri ekki lengra. Það náttúrulega þeir svona flokkar, sko. Það fer eftir hvað maður vill. Skyndibiti er ekki alltaf skyndibiti, sko. Það sko, það svo hvernig stundum vil maður svona skyndibiti, stundum vil maður svona skyndibiti. Ég ætla að segja bara, það Bullan, það La Poblana á Hlemm, það Mai Tai á Hlemm líka. Já, það þeir 3 staðir sem eru svona consistent góður matur, flavors. Ég byrjaði að DJa svona á skemmtistað. Fyrsti skemmtistaðan sem ég byrjaði að DJa á var Karamba, þá var ég 17 ára gamall. En þar áður hafði ég alveg DJað á einhverjum skólaböllum, bæði í Austurbergsskóla og MH. DJaði svona árshátíð hamborgarafabrikunar. Og ég held að það var þá svona sem ég áttaði mig á því að mér þætti ekki gaman að spila nema að ég væri að spila algjörlega eftir mínum eigin formörkjum. Og það var ekki að því að hamborgarafabrikunar er eitthvað vont fólk eða eitthvað svoleiðis, en það var bara að ég var settur í aðstöðu þar sem að ég var að spila músík sem ég neyddist í rauninni til að spila músík sem ég hefði annars ekki spilað. Og það var bara leiðilegt, en ég fekk vel borgað og gott fólk þar, sko. Og allir skemmtu sér, sko. Þetta var partí. Þetta er svona náttúrulega nokkri, sko. Ég man alltaf eftir því þegar að Addi Indro átti heima beint á móti mér og hann bauð mér einhvern veginn yfir að spila á bassinn og einhver lög sem hann var að gera og svo chillaði stundum nokkur sinnum heima á honum og nokkur skipti var hann að fara inn og prikja DJ og hann tók alltaf með sér 2 SL-a og mixer og bara fullt svona, tók bara, þetta er alveg svona skriðdreka dæmi, sko, að taka með alveg græjur sem eru samanlagt, sko, 60 kíló eða eitthvað sem er náttúrulega bara rugl og leiðilegt að maður þurfa að gera á einu í Íslandi því að það er annað fyrir heiminum, þá eru DJ-græði þar sem maður mætir en það var svona, það var metnaðurinn hans og það náttúrulega veldaði í mig bara það er aldrei, í rauninni aldrei easy way out, sko maður á að gera það sem er rétt fyrir mann og maður á alveg verið tilbúin í að leggja á sig aukavinnu maður sem ég DJ kannski svona mest með og er svona og ég lærði kannski svona mest að DJ með Benny B. Ruff við náttúrulega tókum mörg back-to-back set hann bauði mér einhvern veginn að taka back-to-back set með sér á prikinu fyrir mörgum árum og svo tókum við fullt af böllum og við tekið alveg svona genn tíðan nokkur set saman það er bara töff, hann er mjög góð tæknilega og maður náttúrulega lærir og pikkar upp fullt að ég að vera með einhverjum þannig með Bodak Yellow með Cardi B, mjög gott Bitch, you can fuck with me if you wanted to These expensive, these is red bottoms These is bloody shoes Hit the Instinct með Roy Woods Instinct Just following my instinct Just know that I stay in sync Never out Anything or anything In the south I'm just following my Sko ég fíla mjög nýja lagi með Post Malone mér finnst þetta til skemmtilegt hann jarmar í lögum sinni mér finnst þetta töff, hann var að gera lag með 21 Savage sem er líka gott það heitir Rockstar
I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers. Ég búinn að vera að hlusta löga Gucci song með Missile Dita, Sænsla. Við gefum honum að gera remix fyrir það og það kemur þarna með official release-inu núna á föstudaginn. Birnir, Jóhann, Joey Christ og Jóhanna Rakel. Fin views, finnes boy, vi touchar aldrig bushweed. Måste göra pengar, köpa Gucci, 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 Gucci. Ég ætla að segja ástarsaga með Flóna. Það er ekki komið út en það er eitt sterkasta lag síðustu ára. Ringi hann og spyr hvert að fara. Nóttin svo vil getur verið saman.